Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næstu komið að tala aðeins við hann Odd Bjarna sem einn af forsprakkum ljótu hálfvitana sem ætlar að tróða upp á græna hattinum helgina. Hvernig þið? Kannski byrjum bara á endinum. Ok, það var bara frá. Hvernig voru tónleikarnir? Það var gjörsmekkun og stappfullt og ægileg stemning. Nei, sko, að þegar þið komið hérna að norður, þá þið með lágmarkið 2 tónleika og þið hafið verið með sko 5 tónleika á 3 dögum hérna, tók ég einhvern tíðan eftir. Nánast. Vá, var það? Já. 5. föstudagur, laugardagur og barnatónleikar og svo tróðu upp einhvers staðar. Já, hvort þið voru 2 á föstudagur meðan laugardagur. Það var eitthvað svona glórulaust. Já, það var eitthvað. Það var reyndar með helgi og algjörlega galinn og ógeðslega gaman. Já. Þannig að annarkvort þurfið þið stærra hús þegar þið komið eða þá að þetta er bara skemmtilegra að taka fleiri gig eða hvað? Ég meina, sko, fyrst við förum á staðan borð, þannig að náttúrulega nennum við ekki að fara heim strax. Það er bara svoleiðis. En fyrst við erum komin á stað og erum komin eitthvað, þá nennum við heldur ekki að fara þaðan. Þannig að það er bara langbæst að fara eitthvað og vera þar. Þetta er svona snjóbolt á. Já, nákvæmlega. Við erum bara latri að okkar og þetta er langbæst fyrirkomuleið. Segðu okkur bara aðeins frá bandinu. Kannski langt síðan að þú rifjað það aðeins upp. Hvernig byrjuðu ljótu hálfvitarnir? Vá, ok. Fyrir löngu síðan, ég held við séum búin að vera til, sko standið tekið frá 2007. Ég heyrði fyrst á ykkur Rástvö þegar unnið einhverja keppni. Já, sko við unnum hérna sjómannlega keppni, já. Keppni Rástvö. Og með Sinni hafsins. Málið var að haustið 2006, þá hérna stofnar Ármann, hóvar hann saman nokkrum félögum, við þekktumst ekkert allir sko. Að hérna nokkrum félögum sem að vissi að allir spiluðu og sömdu músík og texta. Og hérna, við vorum 6 eða 7 þá hétum við til frábæra nafni Ripp, Rapp og Garfunkel. Og hérna... Finnst það þetta stórkostlegt? Það er stórbrotinn nafn. En svo vorum við að tróða upp á Róslinberg-heitnum sem að brann. Já. Reyndar ekki sama kvöld og við tróðum upp þannig að þetta var ekki okkur ekki nú. Reyktu neistan samt? Já, eða fasta gestir sem reyktu alveg út í eitt. Anywho, þá tróðu gömlu hálfvitarnir upp sem sagt Ármann, Tóki, Sævar. En Tóki og Sævar sem voru sem sagt ekki með í þessari grúpu. Og þeir tróðu upp sem sagt hituðu fyrir okkur og svo spiluðum við og sko í þannig spiluðum við á 2 metra langa bassatrommu og ferðatösku og ruslatunnu, það voru trommunar. Og svo, bara aðalsportið það einmitt eins og þið veitir kannski þá skiptum við mjög örtum hljóðfæri. Þá var fókuspunkturinn það að skiptum hljóðfæri sem var rosalegu misskilningur vegna þess að það eina sem fólk horfði á nánast allt kvöldi var svona við að rétta hljóðfæri og enginn vissi hver átt að gera eitthvað og menn voru að koma sér fyrir og þannig að þessi tónleikar voru mjög mikið fram í þögn og vandræðaheitum. Þannig að svo bara svo aldrei út í sal. Við að koma ekki fyrir. Já, við að koma fyrir, basically. Það var svona road tónleikar. Þetta var meira svona live road, þú veist, datt inn eitt og eitt lag sem að, þú veist, vakti mismikla hrifningu. En þannig að, og eftir þetta þá ákveðu bara að sameina þetta, að fá Sævar og Tóka með að sjálfsögum sem þeir eru að bönns af lögum og eru skemmtilegir. Og einhverja hluta vegna þá völdu frekar nafnið ljótu hálfvitarnir heldur en Ripp, Rapp og Garfunkel. Þetta er ótrúlega... Þetta er ótrúlega undarlegt. Já. Hugsaðu nú að þá geti fólk ekki hringt í mann í dag. Já, góðan daginn er ég að tala við hálfvita. Nei. Það geti hringt í mann og valið bara, þú veist, góðan daginn er ég að tala við Ripp, Rapp eða Garfunkel. Og eru þið álíka þreytt örugglega fyrir því meiru? Eða hvað? Eða er alltaf ég gaman að vera kallaður hálfviti? Já, ég meina, þú veist, sjálfsögðu, ég meina, þú veist, hei, þetta er okkar gröf, klálega. Og fyrir utan að það er bara einhver geðhreinsun í því fyrir fólk að geta hringt og spurt, er ég að tala við hálfvita? Já, það er eitthvað gott við ljótan. Ég man samt eftir því þegar þið komu til okkar á N4, þegar við vorum alveg bara nýbyrjuð í loftinu aftur, örugglega 2009. Ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu. Þá kom allt bandið til okkar og við höfum aldrei verið að taka upp hljómsveit og ég tróð tæknimanninum í það að fara að taka upp band. Áttaði mig kannski ekki alveg á því að þið væruð svona margir. Þú ert ekki svo fyrsta sem lendir í því. Fékk ekki fallegasta augrað heims hjá tæknistjórunum. Hvað eru þið margir í dag? Við erum, góð spurning, við erum 9, en þessa helgi verðum við manni færri. Nú? Já. Spilið manni færri? Já, við spilum manni færri. Það er
það fer ekkert mikið, við fáum ekkert mikið meira pláss samt á sviðinu. Það Gummi sem vantar. Hann er, þú veist, hann er 1,50 og eiginlega bara skeggið. En við erum samt, við höfum svo oft spilað manni færri með Gumma samt með okkur, hann er stundum svolítið svartur. Þannig að ég er ekkert viss að við verðum rosalega mikið varið við breytinguna en samt, það er samt skrítið. Upphaflega var pælingin svo að vegna þess að mannmörg hljómsveit að við að við sáum alveg fyrir okkur við getum bara, tekið, 4 getum farið í gig þarna og 3 þarna upphaflega en svo bara kemur náttúrulega ljós að það er allir að spila öll hljóðfæri alltaf í einu eins og það er allir svo athyglisjúkir og svo duglegir eða hitt og svo erum við bara ótrúlega haltir og fatlaðir þegar leið og vantar einn. Það er bara einhvern veginn, það er bara verður einhver off-balance í bandinu, þó það séu 8 eftir, sem er hálf symfóníuhljómsveit. Íslensk. Nákvæmlega, já, íslensk, já. Ég veit að það er uppselt á laugardeginum og eitthvað til á föstudeginu og greina. Svo veit ég líka marga sem að fara sko bara á bátónleikana. Já. Við köllum það fólkið sem lærir ekki reynslunni. Eða þá bara einfaldlega sótaða fólkið, það kom á föstudagskvöldinu og mann bara ekkert eftir, þú kemur aftur með þetta. En þeir eru líka með grúpp hér, eða ekki? Þeir eru með fólk sem eldir ykkur á nánast alla tónleika, eða ekki? Jú, það eru ótrúlega margir sem hafa farið á fáránlega marga tónleika og bara, þú veist, guðs ég lofa, það er til svona fólk. En er það ekki, allavega við ljóta hálfutinu þá tónleika sem ég hef farið, það er ekki bara músíkin, það er eiginlega meira svona stemmingin. Þetta er svolítið partí. Jú, þetta er náttúrulega, stemningin er ótrúlega mismunandi, náttúrulega ræðist mjög að salnum. Stundum er sótunarstöðullinn þannig að þetta verður bara að vera partí og þá bara segjum við 1200 sinnum kvöldið og fá sér og svo teljum við næsta lag. Já, máldautt. Já, máldautt og einhverju í salmi líka. En svo líka er stemningin stundum þannig og það er kannski eins og félagsheimaleikinn, þá er meiri, það er kannski fólk frá 5 og upp í 85. Já. Og þá erum við í Röflustöðinu, ég meina við vorum að spila á Hvammstanga í sumar, ég held að verið þar. Ég held að eftir svona hálftíma þá vorum við búin að spila 2-3 lög. Já. Við röfluðum og rugluðum og það var hryllilega gaman, ægilega fyndið en það gerist ekkert svona tónlistarlega séð. Nei. Var þetta á hátíð þarna? Var ekki það verið? Jú, hérna á Eldi. Eldur í Húnaþingi? Já, við vorum svona á Eldi. Þetta er ekkert endilega fyrirfram ákveðið prógram hjá okkur, eða hvað? Já, lögin, jú, en stundum þá horfum við á lagalistunum og segjum, ok, það er að vera komin klukkari fyrir hlé, við skulum, ok. Og þá tökum við bara ákvörðun við þessum frontum. Ég frétti nefnilega af þessu tónleikum. Það hefur verið geðveikir tónleikar. Þeir voru það. Þeir voru ævintýralega gaman. Og bara allir í heiminum og bróðir hans voru þarna þess að vertinn bara hafði aldrei séð svona marga þarna. Það hefði pínlegar áhyggjur. Og einn tónleikagestur og einhver sem var að starfa þarna kom til okkar í hlið og sagði, heyrðu, þið ekki til í að koma, vera með mér í liði og við fáum alla þarna á fyrstu 3-4 borðunum til að bara færa sig og tökum borði og svo bara fara allir að dansa. Við vorum að, nei. Jó, ef við bara fáum fólk til, nei. Jú, ef við bara, nei. Við gerum það ekki þannig. Nákvæmlega þetta fólk var náttúrulega ekki komið til þess að dansa. Nei. Þannig að það var alveg nóg plássi til að dansa ef það vildi, sko. En það brýst stundum þannig út í Varmalíð til dæmis, þá tollir fólki mestalega 2-3 lög eftir hlé. Og svo bara allir að dansa, sko. Þannig að þetta er svona ótrúlega ólíkt það sem gerist. Er það ekki skrítið? Pælur aldrei í því? Af hverju enda þessi tónleikar á svona og þessir hinsegin? Er það þið, er það krátið eða er það... Þetta er einhver svona skrítin samverkun. Stundum, skrítnasta gigið sem við lendi í er á Akranesi sennilega. En þar á undan var tískusýning í útvarpi. Á staðnum. Þú veist, í alvöru. Já, það var sem sagt, við fórum á staðinn þarna. Þetta var eitthvað svona mjög skrítin tónleikastaður. Og það vissi enginn að við vorum að koma, enginn, ekki kjaftur. En þarna var fullt af fólki vegna þess að það var slatti, það var að horfa á tískusýningu sem jafnframt var útvarpað, sem er náttúrulega stórkostleg hugmynd á útvarpatískunum og já, hér sjáum við Siggu ganga inn, hún er í leikum feld og þú veist allir sérna, já, er fullt á tískusýningu. Hvaða? Þar til dæmis var ekki góð stemning. Nei. En hins vegar, svo verða til svona, svo er í stundum bara eins og alheimurinn smelli í stundum. Eins og einhvern tíma vorum að spila á Rósenberg Verslunarmannahelgina. Það var geðveikislega gott veður. Það var gjörsamlega, þú veist, fólk stóð á öxlunum hvert öðru. Og þau sem voru í dyrunum fyrir okkur, þau bara sönduðu fólk, ok, við hleypum ykkur inn, þið megið fara á barinn, kaupa ykkur bjór, setja í plastmál og fara út aftur. Og svo var bara upp og niður klappastíginn, allan klappastíginn, hann var tróðfullur og allir voru að dansa.
og það voru bara allir að dansa í heiminum, inni, úti og við og allir og þetta var bara, ég leit á Bubba og bara, hvað er að gera, Bubbi? Og svo bara voru við í stöðunum og það bara dönsuðu allir. Þetta var bilun, þarna bara svona einhvern veginn verður ótrúlegu friður í hjartanu og fáránlega gaman, sko. Það er geðveikt. Þetta er algjörlega geðveikt. En hvernig hefur gengið að fá fólk til að dansa á Græna hattinn? Það gerist af sjálfu sér nokkrum sinnum við mismikla hrifningu þeirra sem sitja fremst. Við allt í einu fá þeir kjöldudans sem þeir báðu ekki frá ókunnu misfullu fólki. En það er mjög oft sem að þetta endar, mjög oft sem þetta hefur endað þannig að það eru allir staðnir upp og farnir að hreyfa sig með og syngja og dansa. Það er bara stemning. Getur ekki setja kyrr. Þetta er tónlist. Þetta er bara svolítið svoleiðis. Ég meina, og náttúrulega vertarnir náttúrulega elska okkur, það er ekkert margar hljómsveitir sem koma og hvetja tónleikagesti til að drekka. Yfirleitt þá, ekki af hátt, ég er að sjá mig hérna. Já. Við erum ekki alveg þar. Herðu, ég ætlaði að fara til læknis. Já. Það er gáðilega, það er hægt að góða tónleikahelgina. Það er gægt aftur lengra. En það er alltaf komið með á föstudeginum. Þetta er eitthvað sem við höfum öll beðið eftir og þú ferð til læknis. Þú fyrir bara að bíða eftir svo lengi. Það er komið tíma á það. Er þetta fyrir líkamann eða eitthvað annað? Já. Það heitir geðlæknir. Fyrsti tími. Já. Herðu, takk hérlega fyrir komuna og góða skemmtun helgina. Bara takk sem leiðis. Og takk fyrir áhorfið í dag og við ætlum að hlæja okkur inn í auglýsingar. Sjáumst aftur næsta föstudag.